Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins telur sig þurfa allt að 400 milljónum meira til að sinna sjúkraflutningum en ríkið gerir ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu. Slökkviliðsstjóri segir að ef menn ná ekki saman, gæti svo farið að slökkviliðið sinnti ekki sjúkraflutningum á næsta ári. Sjúkraflutningar eru á ábyrgð ríkisins en það hefur síðustu 20 árin falið slökkviliði höfuðborgarsvæðisins að annast þá á höfuðborgarsvæðinu. Sveitarfélög þar telja að kostnaðurinn sé mun meiri en framlag ríkisins. Í fjárlagafrumvarpi næsta árs gert ráð fyrir 40 milljóna króna niðurskurði á framlaginu sem verður þá 470 milljónir. Það mun minna en sveitarfélögin telja að þurfi. Og núna ætla sveitarfélögin að berjast í sínum málum, ekki síðan ríkið. Það enginn með mikið af peningum í umferð. Þannig að við teljum að muni þetta 300 til 400 milljóna. Jón Viðar segir að sveitarfélögin hafi í raun niðurgreitt sjúkraflutningana. Þeim hafi fjölgað mun meira en brunaútköllum. Þannig að við erum alltaf að ganga nærri uppsetta afli gagnvart slökkviliðinu. Það okkar mat. Viðræður standa nú yfir við velferðarráðuneytið málið. Stjórn slökkviliðsins hefur hins vegar ákveðið að gera fjárhagsáætlun fyrir næsta ár án sjúkraflutninga. Jón Viðar segir þó best að hafa sjúkraflutninga og brunavarnir á einum stað. En ef að menn ná ekki saman, þá getur kannski orðið svo niðurstaða að vera aðskilnaður. En ég vona að koma ekki til þess því að það óhagkvæmt fyrir báða aðila.